Bílar hér á FM 957. Þetta Valdimar með Þú ert mín. Klukkan á rúmlega 4 og FM 95 Blöð hafið göngu sína þennan miðvikudaginn. Því miður litli hobbitinn Pétur Jóhann Sigfússon að ferðast landið ásamt fjölskyldu og hjólhýsi. En það skiptir svo sem litlu máli því að það komin yndisleg manneskja hér í hans stað og hún heitir Anna Svava, góður vinur þáttarins. Vertu velkomin. Takk fyrir. Það mjög langt síðan að þú hefur þetta með mér. Já, okkur. Af því að þú er bara ekkert vilja að gera með mér eftir að þú varst á Fossíðu Monitor. Er geðsíkin að róast í kringu þig eftir að þú varst alltaf á Fossíðunni? Þú varst svo fyndin. Ertu að fá gamla lífið þitt aftur? Þegiðu. Ég semst átti að vera að vinna í dag, áðan. Já. Svo erfitt að vera heima að vinna. Já, ertu að vinna heima þér? Já, við erum að skrifa bara. Já. Og þannig ég ákvað að fara að rúnda og ég rúndaði upp í Hafnarfjörð og kíkti í Latabæ. Já, bara svona eins og maður gerir á miðvikudögum. Já, og líka rúndar upp í Hafnarfjörð, mjög eðlilegt. Ég ætlaði að reyna tilgangur rúndsins var að kaupa mér ís. En svo myndi ég að vinkonu mín að vinna í Latabæ og fór að heimsókn til hennar. Frýr ís þar eða? Nei, já, einmitt. Það er örugglega frítt í mötunni þinn, ég hefði þetta að fara upp. Já, þannig að þú fékkst þér ekki ís, fórst bara að hitta vinkonu þína. Já. Hvað er hún að gera í Latabæ? Sko, hún er oft búin að segja mig hvað hún gerir en ég skil það ekki. En til dæmis í morgun var hún að redda því að það var ekki komið eitthvað bananatré. Já, ok. Og hún var eitthvað að reyna að redda því. Já. Og svo fór ég að tala við skriftuna og tökumanninn og sá þetta stúdíó og svona, það var óslega flott. Já, þetta er risa, hafðir aldrei komið að það? Jú, ég hef oft komið í Latabæ en ekki þegar það eru tökur á þættinu sjálfum? Já. Ekki heldur endar. Já, þannig ég fekk að horfa með voru að leika í green screen og svona. Já, ok, og Maggi sjálfur hann? Nei, en Stefán. Stefán Karl. Í gerfinu. Já. Þannig að þú varst að rúnda í dag að skoða Latabæ. Já. Glæsilegt. Skemmtileg saga hjá Önnu Svövu, hún verður með nokkra svona hérna til 6 í dag. En við erum reynda með stútfullan þáttandi ykkur kæru hlustendur. Við keppum í karaoke hér og eftir eins og alltaf að miðvikudögum og Anna Svava var að segja með það að hún kynni ekki að syngja. Þannig að þá eigum við það sameiginlegt. Og takk fyrir að láta mig vita alltaf hvað ég er að fara að gera áður en ég kem, eða þannig. Já, þú komst svo seint, ég gæti ekki sagt þér það. En ég er enda búinn að vera duglegur í dag. Það við erum með skemmtilegan svona, það er nú hægt að kalla þetta símaregg. Eins og flesti vita þá skrifaði Gylfi Sigurðsson undir hjá Tottenham í dag og ég fór inn á já.is áðan og hringdi í nokkra sem heita Gylfi Sigurðsson og fór að óska þeim til hamingju með samninginn og spyrja á hvernig þeir litist á að ætla að búa í London og svona. Má ég spyrja fyrir ekki að segja tröfla, hvað er Gylfi Sigurðsson gamall? Ég held að hann sé 22 eða eitthvað svoleiðis. Ok, ég vissi ekki þetta. Nei. Og þegar þú segir Gylfi Sigurðsson þá ímyndum mér svona gamlan kall með svona gamla kallalegt nafn. Já, það voru flestir sem svöruðu á hann, voru svona í eldri kantinum. Já. Þannig að þetta er svolítið skýrður eftir afa sínum. Já, sem er orðin gamall. Já, örugglega. Góða punktur hér. Og svo erum við líka með sturla staðreyndir og ég ætla að heyra hérna rétt og eftir í Eiður Smára Guðjónsson sem spilaði mitt með Tottenham, var þar á láni fyrir 1,5 ári síðan. Spyrja hann svona út í aðstæður á Tottenham og hvernig hún lítist á að Gylfi Sigurðsson sé komin í þann klúbb. Þannig að við erum með dundrandi stelpu þátt. Hvað heldur þú? Nei, þetta er eina, svo erum við með stelpu þátt. Hver er munin á stelpu og stráka þetta? Alltaf hann ekki Gylfi einhver hjá Tottenham og... Nei, hann var samt að skrifa undir í dag. Þetta er merkilegt eða? Já, þetta er svolítið merkilegt. Þetta er stór klúbbur í ensku knattspyrnunni. Fylgjast ekkert með fótbolta? Nei. En svo ætlum við líka að fara í sannleikana kontor og... Hvað er hann að fara inn á? Já, hann var keyptur fyrir fullta pening og fleiri liðu eftir honum. Hann er örugglega að fara að spila slata, sko. Og er hann á lausu? Nei, hann er ekki á lausu. En þú, Arna Svava, ert þú ennþá á lausu? Eða breytist það eitthvað eftir monitor fórsíðuna þína? No comment. No comment? Nú, er eitthvað sem þú ert ekki að segja mér? Nei, ég er ennþá á lausu. Er komin einhver heppin Björn? Nei. Ha? Nei. Nei, ok. Talandi Björn, þá var Björn Bragi afmæli í dag og ef hann er að hlusta og sko honum hjartalega til hamingju með það. Svo líka, við gætum eiginlega þurft að hringja til Bandaríkjanna, það er 4th of July. Já, þess vegna keypti Ásta vinkonum sem vinnur í Latabæ ís handa öllum í hádeginu. Já, af því að var 4. júlí. Já. Já, er mikið af Bandaríkjamönnum að það nefnir frá það. Já. Já, ok. Og stjórna brúðunum og svona. If there's somebody from America listening to FM 95.Blöð this Wednesday, I congratulate you on your Independence Day and hope you have a nice day. Congrats all you people out there. Yeah, congrats you peeps. Við höldum áfram hér eftir skamma stund til fyrst að fá The Wanted með uppáhaldslægina Önnu Svövu, Chasing the Sun. Þú ert nú ekki brún að sjá, ert ekki búin að vera í sólinni? Þegiðu! When the sunlight's fading, we're gonna play in the dark till it's golden again. And now it feels so amazing. Can see it coming and we'll never fall again. You'll find us chasing the sun. You'll find us chasing
You find us chasing the sun, syngja strákandi hér í The Wanted. Auðun Blöndal og Anna Svava með ykkur hér til 6 í dag í miklum feeling. Það eins og komið að slúðri hér í FM 95 Blöð. Og Anna, þú ert svona fít bouncer í slúðrunu, þú fylgist með slúðru og svona og getur hjálpað mér með það. Ég get hjálpað, en ég veit ekkert hvað slúður þú var að segja mér aftur á móti. Nei, ég ætla að segja þér og hlustendum þetta bara fest. Ég vil helst ekki og vitir það áður en ég byrja. Ok, ég svo spennt. Ég ætla að byrja á Mel Gibson greinu. Hann á ekki 7 dagana sæla og hefur ekki átt bara síðustu ár, þessi stórleikari og leikari sem er miklu uppáldið af mér. En nýjasta er að, stepmam, stjúpmammans er núna að... Alvörinn stjúpmammans? Já, sem sagt, pappans er að skilja við konu. Já, hvað er hún gömul? Hún er 78 ára. Nei, pappans er 78 ára. Það stendur ekki hvað hún er gömul. Okay. En hún er allavega búin að fá restraining order á Mel Gibson sem er nálgunarbann og ástæðan er eitthvað... Á gerfisson sinn? Á gerfisson sinn, já svona, þú veist, stjúpson sinn. Já. Og það er víst tengt brjálæðiskastið sem að Mel Gibson tók á hana stutt eftir að hann frétti að þau var að skilja, hún og pappans. Og þessi... Það er erfitt að vera að skilna það bara. Já, ég þekki það, en ég myndi nú samt ekki bilast svona. Hvað gerði hann? Jú, hún er 78 ára. Það er þannig. Já, ok. Já, pappans er hins vegar 93 ára. Þú svo pælti það tekur því ekki að skilja. Nei, þú veist, getur ekki hingrað í 2 ár? En alltaf, já, pappans er 93 ára og þessi kona sem heitir Teddy Gibson er 78 ára og hún er núna að fá nálgunarbann á hann eftir að hann nánast, eins og hún lýsir þessu, réðst á hana eftir að hún hafði sagt við fjölmiðla að það væri Mel Gibson að kenna að þau væri að skilja. Hann hafi aldrei líka vel við hana og hafði alltaf verið að setja svona þrýsting á sambandi á henni og pappans. Og þetta, mér er svo leiðilegt að lesa svona fréttur Mel Gibson. Það er alveg komið í ljós og hann er tæpur í skapinu. Já. Maður hefur heyrt það á netinu, eitthvað símtal sem hann tók að fyrirhandi konuna sína. Alveg rétt. Þannig að hann þarf að halda áfram að breiðja prósakið sitt. En hún, sko, ef hún er ástfangin af pappanum, þá er hún ekki að láta eitthvað krakka stoppa þetta. Krakka? Mel Gibson er 56 ára. Krakkin hans. Já, reyndar. Þetta er krakkin hans, það er rétt þér. Og hann er eyðileggið það. Já. En mér finnst alltaf leiðilegt að lesa svona einhverja leiðinda fréttur Mel Gibson. Því hann er svona típa sem ég vonast eftir comebackið á honum. Já, og ég meina hann er ákveðin fyrirmynd fyrir þig, sé ég, bara í klæðnaði og hegðun og svona. Já. Alltaf brjálaður og fullur. Við allavega hér í FM 95 Blöð óskum Mel Gibson allt hins besta. Já, mér finnst þetta leiðilegt. Heldur hann komið með comeback? En svo þeir koma allir með comeback, svo gæti þetta líka bara verið slúður, veit ég. Já, en allavega, sko, slúður er það gróft að, þú veist, það er dómari og annað í málinu. Það er búið að fara fram á nálgunarbann, skilur. Hvað er að, Mel? Mér langar bara að faðma hann. Já, ég sammála. Hann var nú hérna á Íslandi daginn. Já, hann er komið til mín og ég geta að faðma hann 10 mínútur. Já, hafður þú gefið hann 10 mínútur? Nei, já, ef það er góð lykt á hann, þá er faðmlega gott. Já, ég veit ekki með 10 mínútur. Nei, það er ekki svolítið vandræðilegt. Henda smá knús á hann. En þá er það áfram með slúðrið og það eru fleiri ósáttir heldur en fyrir stjúpmamma Mel Gibson því að Demi Moore, hún er vist alveg brjáluð út í Aston Kutcher. Mér finnst í alvörunni, mér finnst svo ógeðslega leiðilegt þessu skilja. Finnst þið það? Já. Hverjum er ekki drullu sama? Já, ok, en mér í alvöru, mér þótti þetta leiðilegt þegar ég sá þetta. Já, hafði þetta áhrif á daginn? Nei. En ég hugsaði svona, þau voru svo sætt saman og mér var svo frábært að hann var yngri en samt elskaði hana og... Já. Akkurat sama og ég hugsaði. En þau eru skilin, Demi Moore og Aston Kutcher og nú er Demi Moore brjáluð þar sem að Aston Kutcher er að hitta hana Mílu Kunis sem er nú á svipuðum aldri á hann, hún er 27 ára, Aston er 34 eða 5 ára og tölvöld yngri, en þar sem að fyrir mest í taugarnar á Demi Moore er að sko Mílu Kunis hefur oft verið lýst sem ungri Demi Moore áður en þau byrjuðu að hittast, hún er svona dökkarð og sæt og þetta fer víst gríðarlega fyrir brjóstöðunni og þetta er ekki alveg nóg gott. Ég veist líka að hún var komið anorexíu eða búlimi eða eitthvað. Já, hún var að glíma, hún fór í meðferð vegna fíkniefnavanda og átröskunar. Greiði konan. Hugsaður, ógeðslega mikið pening, ógeðslega sæt, hún getur bara verið, ég ætla að fara til Kína á morgun, skoða menninguna þar, lappa Kína á morgun, í staðin fyrir hún að æli eitthvað klósett og sprauta sig. Já, ég veit ekki með sprauta sig. Nei, kannski sprauta sig botoxi. Já, það er enda rétt. Ég held að það lítur enginn svona út 53, ég held að sé svipum aldrei á mamma mín, sko. Mamma er reynda mjög sæt. Já, hún er hrikalega flott, en hún er ekki alveg Demi. Nei. Betri kona samt. Já, held ég. Og ef hún ætti pening, þá myndi hún fara að skoða heiminn. Já, trúðu mér, þá væri hún að ferðast. Já. En Demi Moore greið, við vonum bara að hún finni sér Demi Moore og Mel Gibson, geta það ekki bara verið fínt par? Þau eru svona að leita huggunar hjá hvort öðru eitthvað. Jú.
Var það ekki ágætt? Jú. Svo það loka slúðrið og það kemur hér frá Íslandi. En Berglind Ósk, hún eldaði fyrir Shania Twain á Flúðum daginn. Hjónin Shania Twain og Fredrik Tebad, sem greinilega franskur svona að nafninu að við ætti að svona skjóta, voru í hestaferð og var maturinn sóttur til Berglindar á Kaffi Grund þar sem hún eldaði matinn, en síðasta kvöldið fór hún til þeirra og eldaði á staðnum. Er hún kokkur? Já, hvað helst hún væri? Veitu, hver er Berglind Ósk? Kokkur, ég veit það ekki, ég veit ekkert hvernig þetta er. Fréttin eru Shania Twain. Ég held að væri einhver hérna sem var einhvern tímann ólétt eftir einhvern eða eitthvað. Berglind Æsi þarna? Já, eitthvað, já. Nei, þetta er bara eitthvað kokkur. Hún heitir Berglind Ósk Loftsdóttir og lærði á Hotel Geysi. Hún var nobody og nú er hún einhver. Nei, þetta er bara kokkur sem að fara að elda fyrir Shania Twain. Það sem ég ætla að fjalla hérna er að Tom Cruise er ekki eina stjarnan á Íslandi. Heldur Shania Twain hérna líka en á landinu. En má ég segja svolítið? Ég veit ekki eins og hver það er. Veistu ekki? Nei. Þannig að, jú, þú veist Þú sýnum með mynd þá? Já, fullt af lögum og veist alveg hver hérna Don't call me crazy, eitthvað, ég man ekki lagið núna. Hún heitir fræg sönguna. Já, þetta er hún? Já. Veistu ekki hver það er? Ég þarf að vera meira inn á slúður.is. Já, þetta er endar hefur Shania Twain ekkert verið mikið í slúðurinu upp á síkastið, sko. Það er langt síðan hún kom með einhvern hittara, en Hvað var hún að gera hérna? hún var bara hestbaki og eitthvað. Vá, gaman. Já, það ekki. Var ég búinn að segja að ég fór hestbaki við þinn daginn? Nei, hvenær áttur að hafa sagt með það? Kannski ég hitti þig einhvern tímann? Já, nei, þú sagði mér aldrei frá því. Ok, það eru komin hestar í við þig. Já, ok, nice. Ógeðslega skemmtilegt. Já, og fórstu við bara til að fara hestbak? Já, ég og bróður minn tókum bara bátinn. Svo fórum við bara á hestbak, sekund hestinn, og það var Bjarni Gríms var með okkur, sem er bróðans Vollabekkja bróður mis, Mekluskólum. Okay. Og svo fórum við bara gópið í góp, allar hringinn, geðið útsýni, og svo fengum við okkur vöfflu og kakó og tókum bátinn aftur heim. Já, heyrið það. Sumafrí í bænum. Svona á sumafríð að vera. Bara fara á Viðey og henda sér á hestbak. Áttu fleiri hestasögur að okkur? Á eftir. Á eftir. Herru, hringi líka Eið Smára og ræði við hann Gylfa og Tottenham ásamt því að við erum með skemmtileg tíma. Þetta er gamanstund. I don't know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It's Gets the gross. people going. So hard, motherfuckers wanna find me. So hard, motherfuckers wanna find me. Hér á meðan að þetta stórkostlega lag var í gangi, Paris með Jay-Z og Kanye West. Hversu gaman það væri eiginlega að vera tónlistarmaður og eiga svona lög? Ég held að þetta er eiginlega bara draumurinn hjá manni. Hugsaði bara hvað er gaman að vera í salnum þegar ég takk þetta lag. Ímyndaði hvernig það að vera á sviðinu, bara framan 70.000 mann sem dyrka og bara allir að hoppa með laginu. Ég held að sé ekki til betri tilfinning í Já, og heimi. líka eða bara vera background dansari. Nei, ég held að það sé kannski ekki alveg sama stemmingin, sant? Ekki? Eða það, vera að dansa þarna baku í stæðan fyrir að vera bara með mækin og bara Já, "Nú ég heyri veit, við vitum bæði að það er ekki fara að gerast. Já, ég veit það, en hvað heldur við sem að vera einhverju dansar á þarna bakvið? Kanntu eitthvað að dansa? Nei, en ég geti æft mig. Já, ég myndi henda rosalega oft bara, ég heyri ekki í ykkur! Og Það ætla bara að syngja viðlega með og bara gæsóð og maður finnir svona hjarsláttinn inn í bringunni, bú, 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 bú. Já, Það ég er held ekki að það sé það. stórkostlegt. Ég er með gæsóð núna, sko. Já, bara að hugsa að vera á svið að syngja þetta. Ég veit það. Þú veist, eins og Erum við athyglisjúk eða erum við athyglisjúk? Já, mjög svo. Ég hef aldrei farið lengt með það. Nei, En ég, þú veist, til dæmis ég fór á U2, já. þá var, sko... Varstu bara sviðið það? Já, ég var að syngja með Bono, var ekki búin að segja það frá þig? Nei, þetta var á sama tíma og Bono. þú varst í hestaferðinni við þig. Ég hitti samt Bono eins og í verslunum, veistu? Í alveg? Í Glasgow. Og hvað, var hann bara rölt einn eða? Já. Já, ok, cool. Það er enda þetta besta sagan í dag. Já, Og ég var hitta svona Bono. 15 ára og mamma var inni í einhverju búði, ég var svona sveitt fyrir utan með pókana og ég var veik líka og ég bara mamma og hún var inni og þú veist, hún vissi, hún bara já, merkilegt ekki. Fallegt að mömmuðin að láta veikan krakka bera alla pókana. Nei, ég var eitthvað sveitt eins og maður verður oft í búðum, svona sveittur og pirraður. Já, ertu ekki svona eins og flesti kvenmenn elskar að vesla? Nei, jú, ég fer inn og segi hæ, mér vantar kjól fyrir þetta, svo sest ég bara Já. og býð og þá kemur hún kannski 5 kjóla og fyrir inn á mátan og svo já, ég ætla að fá þennan. Þú líka skoða og pæla og máta og NF eitthvað. Fara inn, kaupa, út. Já, bara inn og út. Já. Það er svo, hann áða það líka vera. Þannig vesla strákar. Þú Já. ert nettur svona tombo yfir. Jú. Þú náttúrulega strákastölpa. Og ég var, veist hvað, ég var ekki að til í. Hann myndi bara koma, ég ætti svona personal shopper. Já. Og hann myndi bara koma heim til mín með svona slár fulla af fötum. Og Og segja hvað henda þér best. já, og þú ert verið þessu, og ef þú ert í þessu kjól, þá verður þú verið í þessu skóm. Og svo myndi kannski gefa mig kampavínu með hann. og
ok, ég var til að einhvern tíman. One day, someday. Já. En þú varst hvað varst að segja að hann? Ertu búin að skráða inn á engamál.is? Já. Við ætlum jafnvel að hringja í einhvern á eftir sem er inn á hjá þér. Já, það er ekki ljótt að gera það. Sko, það eru nokkri sem búin að láta mig fá símanúmer hjá sér. Já. En hvenær skráður inn á engamál? Ertu lonely annars það? Nei, sko, hvað er ég að byrja? Ég stundum heima á kvöldin og þarna út hjá 5 börn og kemst fór lítið út. Jók. Nei, og kannski, ég er ekki svona sjónvarpsmannskja. Nei. Og svo bara daginn var ég bara heim langt svo að kíkja inn á þetta og fór inn á þetta og var ekki skráð inn. Nei. Þú veist, samt getur maður lesið svona alls konar eitthvað. Já, skilji. Og ég bara, skemmtilegt. Og skráðum inn bara sem eitthvað. Er ekki alveg 100.000 manns þannig eitthvað? 120.000 notendur, en kannski eru bara 50.000 virkir eða eitthvað. Það er allavega mjög margir. Já. Og þá skráðum við inn bara undir öðru nafni. Og þetta var bara svona í sófanum svona eins og maður er að tjáta á Facebook eða eitthvað. Svo byrjar maður bara að spjalla við einhvern og eitthvað svona. Já. Og það eru, sko, sum skilaboðin sem ég fæ þarna. Það er bara í alvörunni, það er bara hræðilegt. Ég vil ekki tala um það. Það eru ógeðsleg. Bara ógeðsleg. Segðu þau? Já, er þetta klámfengið þá ekki? Já. Já, ok. Bara eitthvað svona, og bara strax, það er ekkert svona, nei, hæ, þú hljómar áhugaverð, þarna, þú veist, viltu koma að spjalla eða hvað gerir þú í lífinu? Það er bara eitthvað svona, hæ, ég er drottnari, eitthvað, þú veist, ég vil að þú gerir þetta og þetta og þetta, ertu hlýðin og góð, eitthvað svona, maður er bara, hvað er þetta gangi? Ertu hlýðin og góð, það er þetta rándir lilla. Ég ætla að fara að nota þetta bara á Facebook, bara að setja þetta. Ertu hlýðin og góð, En svo eru sumir alveg, þú veist, er ég alveg búin að spjalla þetta kvöld sem ég var á svo, ég var alveg heilt kvöld. Já. Þannig að þá var ég að spjalla bara við 3 gaura. Já. Einn er eitthvað... 3 í einu? Já, nei, þetta er svona skilaboð, þetta er svona eins og e-mail í raun og veru. Já, ok. Þú veist, ég er ekki svona... Nei, þú ert ekki bara svona tjatti? Nei, þú eru því ekki. Nei, ok. Þú veist, ég er svo hættum að einhver getur hakkað sér inn og fundið IP-tölunum mín og komið heim til mín og ráðast það með eitthvað. Já, eins og gerist ofta á engamál.is. Já, það getur gerst. Þannig að ég er bara svona að senda e-mail og það er einn gaur þarna sem er svona hestamaður sem ég var að tala um sem var mjög skemmtilegur. Okkur bauðst hún ekki við þig? Og þá, ég fór í við þig áður. Já, ok. Og líka, ég myndi actually ekki þóra að hitta neitt. Jó, eða ekki, ef þú, ok, segjum að því að nú, sko, 1 af hverjum 5 í Bandaríkjunum kynnist núna magasínum á netinu. Nei. Jó. Þú ert alltaf með eitthvað svona staðreyndir. Já, ég veit það er að því að vinna í útvarpi og er að lesa allar svona staðreyndir allar dag. 20% öllum, já, ok, áfram, sem er. Já. 1 af hverjum 5? Kynnist núna maganum sínum á netinu. En ef þú ert búin að tala við einhvern veginn engamál.is í góðan tíma og bara svona allir hressir og feskir og bara þetta er hestamaður og er ekki að spyrja hvort þér hlýðinn og eitthvað svona. Já. Hvað hverju myndir þú ekki vilja hitta hann? Jú, ok, ég myndi þá vilja vera búin að spjalla með hann mjög lengi. Myndir þú láta hann senda mynd á undan? Já. Já. En það er samt svo glatað út því, ef ég væri búin að spjalla með hann kannski í mánuð, hverju kvöldi, eitthvað svona e-mail, hlæja, smælgall, eitthvað svona, og gaman. Svo myndi að senda mynd og ég myndi bara ekki fíla myndina og hægt að tala með hann, það er ógeðslegt. Já, þú þyrftir að taka smá pitti. Þú þyrftir að gefa honum svona 2 vikur í viðbót áður myndi feit út eftir myndina. Já. Bara til að vera ekki vond manneskja. Já, þannig ég myndi örugglega frekar vilja bara hittast á einhverju kaffihúsi. Út af því að ef mér líkar í alvörunni rosalega vel við hann sem manneskju að tala við hann, þá held ég að skipta ekki máli hvernig hann lítur út. Er það máli? Já. Já, ok. Nema sé að ljúga, skilur, hann sé 28 ára og er svo 60 í hjólastóla eitthvað, það er bara lygi. Já. Skilur. Já, þú fílar ekki að láta ljúga þér. Nei. Nei, menn ef hann er búinn að segja það all tíman, hann er 62 á eitthvað. Já, rólega hann og svo, þú getur ekkert að kynna 62 gamle manni þó hann sé frábæð manneskja. Ég er ekki að tala um mig. Nei. Ég er að tala um þú veist, já, en ég held ég myndi sleppa myndinni og fara bara á kaffhús. Við erum ekki búin að taka begin í Desperate Town. Þú ert ekki að fara að hitta eitthvað 62, hann liggur ekki svona. Hér réttandavatnið ætla ég að hringja í Eismar Guðjónsson og spurja hann aðeins út í aðstæður hjá Tottenham. Gylfi nýbúinn að skrifa undir. Ég verði að byrja stafsökunar svo lagi Rock the Boat með Bob Sinclair. Not a fan eins og þeir segja. En örugglega einhverju þarna úti sem hafa gaman að þessu og það er fyrir öllum. Reif stemning fyrir 3 árum eða? Já, þetta er eitthvað svona það er með pínu gott af því þetta ekki. En áður við förum hér í örstuð skilaboð og heyrum í Eiði Smára Guðjónsson þá ætla ég að minna á sumarleik FM 957 og það sem við þurfum að gera annars er að ákveða hvað fólk á að segja þegar svarar í símann eftir. Þegar við hringjum út eftir og ef það svarar í hvern hringur, bara einhvern í heiminum? Það sem er búin að skrá sig í þennan leik. Það er komin eitthvað 3-4 manns í leikinn. Og þannig að þegar við hringjum einhvern eftir þá þarf hann að segja þessa setningu og hvað viltu það sé. Við þurfum að ákveða núna þegar við hringjum á eftir. Veist, Blöndal svo geðveikur? Nei, það er vont. Ok, þannig að ég er að pissa maður hringja setna.
Ég er að pissa, má ég hringja seinna? Já. Það er fínt. Það er línan í dag, ég er að pissa, má ég hringja seinna? Þannig að ef það er hringt í ykkur eftir þá þurfum við að svara þannig, ég er að pissa, má ég hringja seinna? Förum í örstuð skilabóð og höldum svo áfram með partí. FM 957 ætlar að gefa þér fullt af glæsilegum vinningum bara fyrir það eitt að svara símanum. Þú skráir þig í Sumarleik FM 957 á heimasíðu FM og á hverjum degi 8 sinnum á dag hringjum við í einhvern skráðan hlustanda og mókum í hann vinningum. En þú verður að svara rétt. Fyrstu vel með á FM 957 allan daginn þegar dagskrárgerðarmenn FM segja þér hvernig þú þarft að svara. FM 957 er topp tónlistastöðin. Takk Jói minn. Ef þú svarar rétt, getur þú unnið eftirfarandi vinninga. Riverrafting frá Arctic Rafting, pizzuveislu frá Dominos, gjafabréf frá Topshop, fæðubótarefni frá Perform.is, opna miða á Spiderman og Justin Bieber og Pocket 57 diska frá Senu. Ef heppnin er með þér, getur þú í alvörinni fengið alla þessa vinninga. Sumarleikur FM 957. Það gefur engin betur. Félagarnir, alla laugardaga milli 10 og 1 á FM 957. Nýmbúnd, alveg góðan dag. Já, góðan daginn. Herru, Já, sko, ég er nú ekki nærri eins blautur margir halda. en er þetta aðstóðið samt? Nei, ég er ekki arki. Ok, þá verð ég bara að fara að leggja á því að ég þarf að fara að gera annað. Já. Heyrðu, þá bara segi ég bless. Já, ég er ekki arki fyrir Nei, þú fimmura. ert ekki alki, allt í lagi. Já. Ok, Já, ég er ekki arki. já, bless, nú legg ég á. Já, ég er ekki arki. Nei, já, bless. Já. Þeir eru félagar þínir, Kristján Ingi og Ási Guðna. Félagarnir á FM 957. Pims og Vegamót fagna sumrunu öll fimmtudagskvöld í sumar. Framkoma Danni Deluxe, Benni Bíröf, DJ Jónas, DJ Símon og Gunni Stef. Fullt af tilboðum. Pims og Vegamót. Nýr og sjúklega góður Milky Bar Krössis. Ískaldur þeytingur á KFC. KFC, svo gott! Fyndu ilminn af sólinni. Hawaiian Tropic. Nú hefur Toyota flutt starfsemi sína í nýtt og reisulegt húsnæði að Kauptúni 6 Garðabæ við hliðina á IKEA. Verið hjartanlega velkomin til Toyota í Kauptúni þar sem öll þjónusta er nú undir einu þaki. Við tökum vel á móti þér eins og alltaf á flunku nýjum stað. Toyota. Ég ætla að fara í bankan og taka smá lán og ég skildi bara ekki báfs. Akkur ferð ekki bara ná smálán.is. Vandar ekki bara smá. Þú segir hvað þú vilt mikið og í hver langan tíma og sér strax hvað það kostar. Nú, það var aldrei sagt með það. Smálán.is. Ekkert stórmál. Hæ, þetta er Ragga hérna. Og þetta er Róbert Freyr. Herru, við ætlum að vera bestu útihátíðinni 5. til 8. júlí. Og ert þú búinn að tryggja með það? Okkur hlakkar alveg ógeðslega mikið til að sjá okkur. Besta útihátíðin. Gaddstaðarflötum Hellu. Dagana 5. til 8. júlí. Miðasala í fullu gangi á bestaútihátíðin.is. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Blöð með ykkur hér á FM 957 og ég held að ekki farið fram hjá neinum á Íslandi að Gylfi Sigurðsson skrifaði undir hjá Tottenham í dag 4. júlí á þjóðhátíðardegi Bandaríkjanna og já, ég ætla að reyna hér að prófa að hringja í heimasíman hjá manni sem hefur nú spilað fyrir þennan klúbb. Hann var á láni þarna fyrir 1,5 ári síðan, heitir Eiður Smári Guðjónsson og tekka svona hvað honum finnst þetta og hvernig aðstæður eru þarna á Tottenham. Já, sorry. Halló? Ragga? Já. Hæ, Drauti. Hæ. Er hlunkurinn heima eða? Já. Eiður Smári Guðjónsson. Komdu sæll og blessaður Auðun Blöndal heiti ég. Og þessum tíma dags kallaði ég mig hins vegar FM 95 Blöð. Nei. Hvernig ertu? Ég er góður. Þetta er engin fíblaskapur, ég lofaði því. Nú er ekkert að fíblast þér. Þetta er, ég ætla að ræða við það því að það er nú ekki langt síðan þú varst í Tottenham. Rúmt ár, 1,5 ár. Og Gylfi Sigurðsson, landsliðsmaður, búinn að skrifa undir á Tottenham. Er þetta klúbbur sem þú mælir með? Já, þetta er bara flott. Þannig að þú naust inn þarna á þessum tíma? Já, þetta hafi verið stutt, það var mjög gaman þessu. Nú hefur verið með Chelsea og Barcelona, myndirðu líka aðstæðum þarna við bestu klubbi í heimi? Nei, ekki alveg. Nei? Fínt æfingarsvæði en þeir eru aðeins eftir á hvað það var. Já, hvað þarf að lappa upp á?
bara búningsaðstöðu og fleira, þetta svolítið á gamla mátan. Já, en svona... Vellirnir eru í góðu standi, þannig að það kannski aðalandi. Stuðningsmenn? Stuðningsmenn fínir. Já? Já, þetta hörku klúbur og þetta verður bara gaman að fylgjast með. Þetta svipa á Tottenham er Tottenham svipa núna á Chelsea þegar þú byrjar þar fyrst? Jó, ætli það ekki. Ég held að þeir séu svona hvað á jaðrinum við að vera svona í meistaradeildinni. Já. Og allir Chelsea hafi ekki verið á svipuðum stað þegar ég fer þangað. Já, á sín tíma. Á sín tíma. Já. Finnst þér þetta rétt valið á honum að taka Tottenham frekar en Chelsea? Já, Tottenham frekar en Liverpool. Nei, frekar en Liverpool segja? Jó, eina sem ég sá gott fyrir Gylfa, í Liverpool hefur alltaf verið með þjálfara sem að treyst honum vel og viti nákvæmlega í hvað myndi fara þar. Já. En, minna, þú veist, einhvers staðar þurfa menn að velja á milli og við vonum bara allir að þetta hefur verið rétt val hjá honum. Ég held að ef hann sýnir sína bestu hliðar, þá held ég að skipta engum máli hvað hann velur, þá bara verður þetta bara jákvæmt. Já, nú þú alltaf að tala gríðilega vel Stoke og Tony Pulis, að þú vilja sjá hann fara þangað? Já, ef hann vil eyðileggja fyrir því, þá getur hann farið þangað. Þannig að fitta vel í þann bolta, spilandi og skemmtilegur. Já. Þetta er bara þetta er 1-2 touch á Stoke. Það er 1 langt fram á við og reyna að koma honum í netið. Þetta er 2 touch bolti? Já, 2 touch bolti. Það er hressandi. Herru, þannig að þú vilt meina að það sé bara allar aðstæður fínar þarna og toppklúbbur? Já, þetta er bara glæslegt hjá honum. Bara, eins og aðri landsmenn, bara mjög ánægður fyrir hans hönd og ég vonum bara að þetta sé að eitt skref eftir þetta ennþá hærra uppávið. Já, United? Nei, ég var að tala um uppávið. Ég held að United gæti verið hárrétt skref hjá hann. Ég held að hann sé að taka Carrick á þetta. Byrja á Tottenham. Ég var að tala um skref uppávið, ekki United. Já, ég er ekki að tala um Newcastle United, ég er að tala um Manchester United. Já. En herru, takk fyrir þetta, þá vitum við það og já, Eiður Smári mælir með þessum klúbb og við óskum að sjálfsögðu Gylfa alls hins besta. Skulum fá eitthvað gott lag hérna. Sín, eitt gamalt og gott, hér hjá okkur Önnu Svövu. Ógeðslega skemmtilegt. Já, þetta er alvöru lag. Það styttist hér í símarekk þar sem ég hringdi nokkra einstaklinga á Íslandi sem heita Gylfi Sigurðsson og fór óskaðum til hamingju með samningin og annað og rýst meðal annars við konu eins Gylfa sem kom að fjöllum og ég var svona að reyna að segja að hætta þessum feluleik, þetta væri komið í ljós hvert það væri að fara. Ekki segja allt. Nei, ég ætla ekki að segja allt, þið heyrið það hér rétt á eftir og svo erum við annars líka búin að ákveða það, hún var að sýna mér hérna áðan engamál.is dálkisinn og við ætlum að ringja á eftir í eitt síndal. Já. Spennó. Það, þú veist. Ef hann svarar. Já, en við þurfum náttúrulega að kötta að þetta verður einhver viðbjóður, af því við erum náttúrulega að gera þetta í beinni. Já. Oft er ekki í síma þetta og tekið oft upp fyrir daginn, sko. Ég leist vel að þannan. Já, hann virkaði nokkuð heilbrigður. Við getum jafnvel spurt hann bara út í, veist. Hvað hann að gera? Hvað hann að leita að og svona. Já. En það er hins vegar komið að dagskrárlið sem heitir Sturlaðar staðreyndir og eru alla virka daga hér á FM 957 og já, annars að þú eru ekki verið í sturluðum staðreyndum með mér áður. Ég ætla að lesa núna fyrir 10 staðreyndir sem eru sturlaðar. Ok, sturluð staðreynd númer 1. Auðvitað tala svo rætt að kemst ekki að. Sturluð staðreynd númer 2. Karlmenn eru í 80% tilfella á undan að segja ég elska þig í samböndum. Hæ? Vá, merkilegt. Já, sturluð staðreynd. En samt ekki kannski. Konur eru kannski meira svona varkárar og þær segja líka af því þær meina það. Já, en þú ert svolítið snögg að hendi í þetta, ekki? Ég alltaf finnst þetta bara, ég elska það svolítið mikið, get ekki mér. Á fyrsta deiti. Og veist það, bara, þú keyptir handa með þetta kaffi, ég elska það. Það er bara eitthvað mikið. En kallmenn nota það kannski meira svona, þú veist, þetta er potið útlendskönnun. Já. Eitthvað svona, I totally love you. En konur segja bara, þú veist, ég elska þig og þá meina það. Já, ég held mér þess að sko að maður segir miklu meira, eða svona ef ég tala fyrir sjálf á mig, ekki það ég ætla að fara að opna mig eitthvað hérna. Jú, gerðu það. En þá segi ég oftar... Farðu ofan og opna þig. Ég segi oftar til dæmis bara love you babe, eða eitthvað svona heldur en ég elska þig. Já. Þú veist ef ég er í símanum með eitthvað bara love you, heyri þér. Já. Ég segi ekki, ég elska þig, heyri þér á eftir. Það er eitthvað... Ég segi þetta eitthvað svona, ég elska þig svo mikið. Já. En ekki væntum einhver var að gera eitthvað svona frábært. Ertu með þennan svip þegar þú segir það? Nei, ég var að hugsa ég var að segja þetta í síman. Segjum að þú myndir, ég var eitthvað búin að biðja að redda mér einhverju, redda mér vinnu eða eitthvað og svo myndir þú segja bara, heyrðu Ans og ég redda þessu og myndir þú bara, Öddi, ég elska það svo ógeðslega mikið. Já, ok. Veist. Nákvæmlega. Bara myndir redda mér einhverju, ég ætla að reyna að redda þér einhverju. Það var á næsta sturlaða staðreynd, karlmenn njóta matar meira en kynlífs. Þetta fannst mér pínu steikt og er ekki sammála. Sem karlmaður, já, svo er það næsta, Albert Einstein fór aldrei í sokka. Sturluð staðreynd. Já. Magnað.
Ok, en það þrengt eitthvað á honum. Það var aldrei í sokkum. Kannski var hann svo stórun heila að náði niður tær. Gæti verið, það var einhvað að trufla hann allavega. Svo er það Pokémon bannaði í Sádi-Arabíu þar sem það flokkast fjárhættuspil. Ég hló nú þegar ég las þetta. En það ekki, út í maður að keppa upp á einhverja kalla? Já, fá að eiga spilin hjá hinum og eitthvað. Þvílíkt fjárhættuspil. Já, einmitt. Jú, þú þarft að kaupa þér spjöldin. Já, og svo ertu svona... Það eyðir öllu peningunum þínum og það bara, ég var að safna með pening. Þá er bara allt sem þú kaupir fjárhættuspilin. Já, en þú þarft ekki að safna viftum. Það er bara eina eða heitt. Já, ég heldur það sé að því að þú getur unni spjölda af öðrum. Ég held að það sé málið í þessu, sko, sem flokkast undir fjárhættuspil og, já, ég vorkenni fólki, hverju mikið drullu saman og þú getur ekki farið í Pokémon. Já, áfram, Hitler átti ástarsambandi við frænku sína sem tók sitt eigið líf 1931 með sömu byssu og Hitler notaði sjálfur á 1945. Rómantík. Já, hættu, ég veit ekki á hvernig lit þess að fylgja með. Svo er það næsta, fólk eyðir 3 árum af ævi sinni á klósettinu. Sturlu staðreynd. Konur eru örugglega meira. Nei, samt ekki. Kallar eru lengur að kúka og konur eru lengur að mála sig að jafnast út. Er það máli? Er þetta bara svona inn and out hjá þér? Nei, mér finnst bara allavega alltaf þegar einhver kall fer að gera númer 2 þá er alltaf bara, konur lengi. Konur bara að kúka og fara svo fram. En finnum maður engan til dæmis við ég væri með þér heima þér og þú ert að fara hendi í tvist, myndi ég ekkert fatta hvort þú hefur að pissa það ekki? Nei, þú ert svona geðhestak vákátt snöggmaður. Svo er það næsta, af öllum skepnum er það bara maðurinn eða fólk sem að tárast af tilfinningum, eða hagna tilfinninga. Já. Sturlu staðreynd. Þú sér aldrei hund gráta því að hann í ástarsorg eitthvað, skilur. Nei, en þeir finna það samt. Já. Er það áfram með þetta? Ég ætla ekki að þetta voru að tala um hundar núna. Humar mígu með andlitinu. Nei. Ói, hvernig þá? Ég er ekki humar. Hann er örugglega með eitthvað bara 2 op þar sem þetta kemur út eða eitthvað. Ég veit ekki að tala um það. Þetta er praktíst. Já, þægilegt. Þetta er stutt að ferð, bara glúpp. Það er, ef þetta væri á manni sjálfum, fólk myndi ekki vita hvort maður er að snýta sér að míga. Hvað er þetta að gera? Ertu að slefa eða pissa? Ég var að míga. Svo er það næsta. Þú getur drepið með því að éta 480 banana út af potassium, eða ég held að það sé kalium á íslensku. Já. Ok, en getur ekki drepið líka bara að éta 1 mikrofón eða 50 epli? Já, því Nei, reyndar ekki. Nei, ég hef ekki alveg getið 50 epli. Ég ætla að koma með eitthvað Geðveik staðreynd af þér. Svo kom bara eitthvað mjög svona, nei, þú getur ekki. Nei, Heldur einhver að dáið að éta mikrofón? 480 banna, þá ávið það bara stanslust bara 1, 2, 3, 4. Já, þá færðu sem sagt of mikið að kaljum. Já, en þú getur örugglega dáið að éta 480 appelsínur bara, nei. Þetta er út af kaljum. Ekki éta þetta þá. Nei, ekki éta 480 banan í einu alltaf. Þá er það næsta, það eru meiri líkur að þú deyir á leiðinu að kaupa þér lottó með það heldur en að vinna í sjálfu lottóinu. Sturlu staðreynd. Þú drafst vonina mína fyrir vikingulottóið. Ég fæ alltaf von. Ég líka. Þegar ég er búin að kaupa með lottó með það. Já, það held ég alltaf. Já. Ég er mest að fara að hugsa, hvað er gaman, myndi ég halda þessu leyndu? Ég líka. Myndi ég allt í henni bara kaupa eitthvað handa mömmu, hún bara, hvað er þetta að gera á þetta rugglar? Ég myndi ekki segja henni. En ertu ekki búin að ákveða líka hver fær hvað, þú veist, mamma fyrir þetta mikið. Já, ég sem myndi reyna að bara borga upp skuldir allra sem eru svona nátengdir mér. Já, ég líka. Svo er það síðasta, fílar geta dáið úr ástarsorg. Já, ég skil. Örugglega hundar líka. Heldur það? Það er svona dabrir. Þegar eigandinn fer, þú veist, þá eru þeir bara eitthvað undir borða alltaf daginn og eitthvað svona. Já, þeir degi ekki, eins og fílarnir. Degja? Það er ljótt, degi úr ástarsorg. Já. Ertu búinn? Eru við búinn? Já. Það er bara komið lag á. Sturla staðrendur eru búinnar. Viltu ræða eitthvað meira um fíla? Ég ætla alltaf að fara að tala, ég kemst aldrei að þetta er bara tónlist í byrja. Helst ekki, já. Það styttist þér í skemmtilegt símat og svo fær annars of að tala eins og hann vill. Þetta er Rottalundar. Gaman saman í sumar.
Leikirnir í íslenska boltanum eru á Lengjunni. Kynntu þér stuðlana og veldu íslenskt. Lengjan, taktu þátt í leiknum. Ef þú finnur ekki eignina á fasteignir.is, þá hún ekki til sölu. Fasteignir.is eru á Vísi. Útsalan hafin hjá Gunna í Herra Hafnarfirði. Herra Hafnarfjörður. Fyrirtækja ísveislur, Ísbúðin Garðabæ og Háaleitisbraut. Nei. Sjáu þið þetta? Stórfenglegt. Notaðu snjallsímann á stærsta 3G-neti landsins til að finna fallega staði til að heimsækja. Meira Ísland með símanum. FM 95 Blö á FM 95. Í þessu lagi sérstaklega að spila fyrir góðan vinn minn Huga Halldórsson, mikill aðdáðandi. Þetta svo gott lag. Já, þetta er hressandi, Þú ert að spila mjög góð lög í dag, Já, við erum með fínustu tónlist eins og alltaf hér á FM 957. Það hins vegar komið að smá símarekk sem ég tók upp hér fyrir í dag. Eins og flestir landsmenn vita þá Gylfi Sigurðsson búinn að skrifa undir hjá Tottenham. Eins og sumir landsmenn vita Gylfi Sigurðsson búinn að skrifa undir hjá Tottenham. Flestir. Ég myndi halda flestir. Ef þú ferð inn á Vísi og MBL og svona, þá sér þetta alls þar. Hvort sem þú stelpa eða strákur. Ok, ég veit ekki hvað gaur þetta Nei, Gylfi Who. En hann ekki sá eini á Íslandi sem heitir Gylfi Sigurðsson og ég ákvað bara að vera í dag inn á já.is. Fattar þetta bara sjálfur? Hvað er klár? Svona hugmyndin mjög rosalegt. Ég elska þig. Þetta ótrúlegt. Og ég hringdi í nokkra einstaklingar sem heita Gylfi Sigurðsson og ætlaði svona óska til hamingju með að vera búin að skrifa undir hjá Tottenham. Ég þóttist þeirra blaðamaður frá Morgunblaðinu, skulum bara hlusta eins á þetta. Halló? Já, Gylfi Sigurðsson. Það ég. Komdu sæll og blessaður, Hólmar heiti ég, blaðamaður á Morgunblaðinu. Já, blessaður. Blessaður. Herðu það nú viðeigandi að byrja að óska til hamingju. Nú? Með félagsskrifa, var ekki skrifað undir í dag. Hvað er skrifað undir? Var ekki skrifað undir í dag. Skrifað undir hvað? Nú, hjá Tottenham. Já, takk fyrir það. Já, hvernig var þetta erfitt val hjá þér? Ég var þetta ekki að skrifa undir Tottenham í dag. Nú, þetta ekki Gylfi Sigurðsson? Nei. Ég með vitlaust? Nú, hvað heitir þú? Ég heiti líka Gylfi Sigurðsson. Nó. Mamma vinnur hann að mér svo blaðinu. Já, ok, hvað heitir móðin? Ingveldur Róbertsdóttir. Já, ok, þú ert sonur hennar? Já. Já, þannig að þú varst ekkert að skrifa undir á Tottenham? Nei, ég vil óska þess. Já, ég skil, þá óska ég bara til hamingju með ekki neitt. Hann óska mig til hamingju með ekki neitt? Já. Halló, Susanna? Já, Gylfi Sigurðsson, hann Nei, hann bara að keyra, getið tekið skilaboð? Já, eru þið stödd út í London, eða? Nei, við erum á Íslandi. Já, þau eru komin heim. Við fórum ekki í London. Nú, þetta langt síðan? Nei, þú ert örgulega þingið og veit síðanúmer. Nei, fyrir ekki, svo ég kynni minn og Hólmar heiti ég blaðamaður frá Morgunblaðinu. Ha? Hólmar heiti ég blaðamaður frá Morgunblaðinu. Já, þú ert að ringja eitthvað þránga mann. Hvenær skrifaði hann undir? Undir hvað? Nú, samningin. Hvað? Hvað ert að reykja? Ha? Hvað ert að reykja? Þetta fyrir ekki, þú ert að ringja vittu símanúmer. Eru þið í London núna? Veistu það, þú ert að ringja vittu símanúmer. Nei, þetta ekki númeri hjá Gylfa Sigurðssoni? Jó, en þú ert ekki rétti maðurinn, svo þetta ringi. Nú, hver þetta þá? Það getur ekki verið rétti maður, svo þetta ringi. Eru þið löngu, þú ert ekki að vera í einhverju feluleik fyrir mér, eru þið löngu komin heim? Hvað segir þau? Eru þið löngu komin heim? Heyrðu, ég held að vera aðtöða þetta betur, þú ert ekki að ringi rétta mannin. Við erum ekki verið í London og hann hefur ekki verið í London og ekki að fara þangað henni. Það er einhver annars sem þetta. Það er búið að staðfesta að hann verði í London, þannig að þið þurfum ekkert að fela það. Ha? Það er búið að staðfesta að hann verði í London. Nei, þú ert að næstu 4 árin. símanúmer. Þú ert að fengið rétt símanúmer. Þú þarft ekki að vera í neinum feluleik lengur, það er búið að staðfesta við alla fjölmiðla. Hvað Gylfi? Gylfi Sigurðsson. Hvernig er ég að tala? Hólmar heiti ég, blaðamaður hérna á Morgunblaðinu. Ha? Hólmar heiti ég og blaðamaður hérna hjá Morgunblaðinu. Já, og hvað þessu þú rættu þinn gang? Þú ert ekki skikið rétt að manni. Má ekki tala við manniðinn? Já, hann er bara að keyra bíl, við erum hérna á Vestfjörðum. Já, alltaf heiði á Vestfjörðum. Slaka á fyrir erfitt tímabil. Ha? Ég verið að slaka á bara fyrir erfitt tímabil.
Hvað er það að tala um? Nú, tímabilið, þetta er erfið tímabilan í Englandi. Hvað tímabil? Nú, þið ættu nú að þekka þetta, voruð þið ekki í Wales? Nei. Hvað er í gangi hérna? Þú veist að fengi vitlaust símanúmer. Ég nenni þess ekki, ég beði að heilsa Gylfa og ég óskar Málsins besta á Tottenham. Veistu það, ég skal beða aðtöða þetta betur. Ég beði að heilsa honum og skilaði kveðju hérna frá okkur og við óskum honum Málsins besta. En það er búið að staðfesta þetta valla fjölmiðla, þannig að þið þurfið ekki að vera í þessum feluleik lengur. Heyrðu, Hólmar. Já. Fyrsta lagi veit ég ekki hver þú ert. Ég heiti Súsan og er konan hans. Nú er hann hættur með Alexandru. Þú ert öllum með þjóðskrona hér. Flettu því bara upp og sjáðu þetta hringir ranga mann. Og flettu upp þessu símanúmeri. Já, þið þurfið ekkert að fela þetta fyrir mér. Þetta er komið í alla fjölmiðla. En takk æðislega samt og ég óskar honum Málsins besta þarna í Englandi. Bless. Gylfi? Já, er það Gylfi Sigurðsson? Það er hann. Komdu sæll og blessaður. Hólmar heiti ég, hérna blaðamaður hjá Morgunblaðinu. Já, blessaður. Verður maður ekki að byrja á því að óska til hamingju? Ég er ekki réttur Sigurðsson. Nú, ertu vitlaus Sigurðsson? Nei. Jáló. Já, er það Gylfi Sigurðsson? Já. Komdu sæll og blessaður. Hólmar heiti ég, hérna blaðamaður frá Morgunblaðinu. Maður nú að byrja á því að óska þér bara til hamingju. Með hvað? Nú, með samningin. Hvað er þetta að tala um? Hvað er samning? Var þetta borgin sem að heillaði eða hvað var það svona sem að ítti við þessar ákvörðun hjá þér? Hvað er þetta að tala um? Hvað meinar? Samning? Já, var það Lundunir sem að heillaði? Ertu úti núna eða ertu komin til landsins? Herru, þú veit að ringi eitthvað vitlaust. Þetta er eitthvað rugligir hérna. Er þetta ekki Gylfi Sigurðsson? Jú, það passar. Já, það passar. Greinilega ekki, þetta er ekki Gylfi Þór Sigurðsson, sko. Hvernig var það via Bóa sem að heillaði eða það heldur nú flestir á myndir elta Brendan Rodgers yfir til Liverpool? Ertu eitthvað rugglaður? Ég er ekki Gylfi Sigurðsson, sko. Ekki knattspyrnumaðurinn. Gylfi, þú þarft ekki að vera í einhverju feluleik fyrir okkur, þetta er komið í alla fjölmiðla, þannig að þú getur... Þetta er eitthvað froskaheftur, þetta er ekki Gylfi Sigurðsson knattspyrnumaðurinn. Hættu þessu ruggli. Var það FM 95 blöð hér með ykkur á útastöðinu FM 957. Það er svo gaman inn í stúdíó. Já, það er gríðarlega stemming hjá okkur. Við erum bara að dansa upp með hendur og svona, en það vantar samt blikkljósin. Já, það er eitthvað við þetta lag, Where Have You Been? Maður fer bara einhvern veginn að tjuta, dansa. Já. En það er líka gott að tjuta í svona rúllistólum. Já, það getur rúllað sér bara hérna allt stúdíóð. Ég ætla að beðast afsökunar þið sem ég hringdi áðan. Ég lét að engan vita sko þetta væri frá FM 95 blöð. Já, þannig að það væri eitthvað þarna Gylfi Sigurðsson sem ég hringdi. Ég hringdi með þess að í sko svona 10 en spilaði bara 4. Já, og kannski svöruðu sumir ekki eða? Jú, og sumt var bara, þú veist, líkt bara, og hlóðu bara, þetta er ekki hann. Já, einmitt. Þannig að ég hringdi í ansi marga og... Fyrirgeðu Súsanna. Já, og Súsanna. En henni fannst það nú svolítið fyndið. Já, Súsanna var þess. Já. Hún var reytur þess. Það styttist hér í að við ætlum að hringja í einstakling sem er inn á engamál.is hjá Önnusöfu. Já, en ekki segja mjög oft, út af því að þá kannski einhver sem sendi símanúmer sitt í gær, þú eru ekki svara. Nei, glæta. Já, nei, og getur ekki sett númeralind á hann hringjum. Jó, það er númeralind. Hvað hérna, en þetta gæti orðið þess að núna treystið er enginn að inni. Ég er ekki undir mínu réttu nafni, sko. Nú, það er bara perralegt að maður svo. Það er enginn undir sínu réttu nafni. Ekki? Nei. Okay, og hvað er nafnið þitt? Ég er ekki að segja það. Leðurfjörns, 69. Búin að fatta. Búin að fatta. En hvað, þú ert svona blómastelpan eða eitthvað svona álíka vitið, er þetta ekki? Blómastelpan, 77, nei, 67, nei. Kýtlin.
Já, Kýtlin Nei, ég er bara eitthvað svona Ívan plus 555. En áður við hringjum í þennan einstaklinga. Þetta er enginn, þú varst búin að segja það voru nokkri perrar búin að hafa sambandi og svona, þetta er ekki tanni. Og ég setta bara alla bannlista. Já, er það hægt? Já. Já, ok. Þá geta það ekki talað aftur. Það menn bara að leita sér einhverju til að drottna yfir. Það er rosalegt. Já. En ekkert allir, við meðum ekki sverta engamál.is þó sé einn og einn svartur sauður hérna. Já, og þá nú þeir bara komin á bannlista, en það eru nokkri sem búin að spjalla við sem eru í alvörunni mjög skemmtilegir. Já, hvað spurði einnig, hvort þú væri hlýðun og góð? Já. Það er góð lína. En ég var að sjá fréttin á tv.is sem að sló með hans. Það er Geir Sigurðsson Gíslason. Hei, sló sér frétti í eyrað. Glæsilegt, hún verður með okkur til 6 þessi grínisti, Anna Svava, og hún tekur að sér að vera veislustjóri líka. En það er 17 ára gamall hafnfirðingur hérna sem á von á kæru frá lögreglumanni eftir hann kýtlaði með sogröri og meðan hann valdi sér græmmit á Subway-samlokun sína bensinstöð N1 við Hringbraut. Já, sko, sett hann ekki saman sogrur? Jó, hann setti saman einhver 7 rör og hann var ekkert einu svona fullur eða neitt og satt hann bara að fýblast eitthvað fyrir kærustunum sína og fór eitthvað að kýtla lögreglumannin og hún var bara hendin í bíl og keyrt upp á stöð. Þetta er hræðilegt. Ég var í Danmörku með Arnóri vinur mínum daginn, við vorum á Hestbaki eitthvað, nei. Já, alltaf Hestbaki. Svo fórum við á McDonald's, eins og maður ekki McDonald's, hvað er þetta, Burger King, og hotnun á strikinu, á leiðinni heim eins og maður gerir og þá var ég með svona rör og þá hann kendi mér einhver gaur sem var í röðinni að bleita svona pappirinn. Já, ég var alltaf í þessu krakki. Ég hef aldrei gert þetta. Að spýta fólk. Ó, hvað gaman. Þetta er ógeðslegt, sant? Þetta er ógeðslegt. Ég misti mig bara og var bara spýtandi á allan inni. Það er mikil. Varstu í því eða? Nei, þú veist, 50 dagur og þannig að já, og ég hugsa, þú veist, ég var að gera svona aftan á hálsinn, svona þrykkja fast aftan á hálsinn á fólki. Já. Þú veist, ég hefði svo verið köffuð, þetta hefði bara verið hérna á Subway á Íslandi. Já, þú hefði bara köffuð hendi, já, köffuð, hann var köffaði fyrir það að vera fýblastandi með nokkuð sogrur. Fekk hann handjáln? Já, bara hendir í bíl og farið með hann upp á stöð. Og hringdi í mömmans? Já, hringdi í mömmans og já, hvernig er þetta að gera svona mikið mál út í því að sé bara að kýtla bak við eyrað? Svo vitum við ekki Ég ætla samt að vona hans ég ekki að hlusta núna því ég nenni ekki að lenda í veseni með hennar mann ekkert þannig í bæ. Ég ætla að vera í hann. Það gæti verið, hann var kannski ógeðslega pirraður, hann var nýbúinn að klára 48 tíma vakt þar sem hann var inn í bíl að hlera eitthvað hús sem enginn labbaði inn út, bara ógeðslega þreyttur og pirraður og eina sem hann ætlaði að gera er fara á sveppi, fá svo éta og fara svo bara úr fötunum, beint fram rúmið og drepast í rúminu sínu. Þú veist, og einhvern veginn og svo kemur einhvern svona úlíkur kýtliði eyrað. Þetta bara, hann bara misti það stjórnskapin sinni, hann ætlar ekki að kæra hann í alvörunni. Hann ætlaði bara að kenna honum. Kannski stendur hann í erfið skilnaði líka? Og í ofanálag, og allt þetta. Og áttu að vera pappa Helgi að mista þig út að fá ekki vinnunni. Þetta er bara glatað. Já, hvað er þessi krakki að gera maður? Já. Láttu lögregluna á Íslandi í friði. Láttu rör í friði. Já, ég vona að þetta lítur nú, vona að þetta endi vel, eins og þetta geti endað illa einhvern veginn. Já, hann er á leiðin í fangels, hann Geir Sigurður Gíslason fyrir að hafa kýtla lögreglu með rörum. En er hann nafngreindur? Strákurinn? Já. Já, ok. Hvað, nú er þetta ekki næsið frétt, sko? Nei. Það er ekkert búið að eyðileggja líf hans. Nei, ok. Hei, hvað er næst? Það er Chris Brown. Svo ætlum við að hringja í vinnin á engamál.is og svo erum við líka fyrir karaoke. Það er nógum að vera hjá okkur strákunum. Veistu hvað þetta lag heitir? Home Tonight, yes. Það er hárrétt hjá þér. Nei, það heitir Forever. Hér með Forever, hressandi lag, veitu annars að var með ykkur hér í FM 95 Blö og það er komið að því að annars var búin að láta mig hafa númer hérna hjá ungum manni sem er inn á engamál.is hjá henni. Já, hann hafði samband við það fyrra bara, ekki? Jú, nei, ég setti náttúrulega inn ölsingu. Já, og hann hafði samband. Já. Já, ég veit ekki alveg hvernig þetta virkar allt saman. Ég svo settum að sér hlust og ég er ekki að gera grín, sko. Nei, þú ert ekki að fara á leiðilega við hann, eða? Nei, en þú veist, en kannski svara hann, jú, hann er hlusta útvarpið. Já, en þar sem þetta er í beinni útsendingu. Og ég veit ekkert hvað hann heitir. Þá má þetta ekki vera dónlegt. Hæ? Ég veit ekkert hvað hann heitir. Nú, setur fólk ekkert nöfn, nei. Þá getur þú googlað og svona. Já. Og hvað gangi það bara undir einhverjum svona nöfnum bara, þú veist? Amor og... Já, þú getur kannski skýrti, þú veist, Maga. Hress XXX eða eitthvað. Já, æðislegt nafn. Ég myndi nú finna eitthvað skemmtilega en það, en við ætlum að, er þetta hérna númerið hans? Já. Ok, ég ætla að lækka hérna og hækka hérna í símanum. Þú veist ekkert hvað hann heitir, já? Nei, þannig að ég ætla líka að segja við hann, nei, ég get ekki sagt við hann, ekki segja hvað heitir. En þú þarf náttúrulega að kynna þess, en nú kemstu upp hvað þú heitir inn á engamál. Þú þarf náttúrulega að segja að þetta sé nafnið þitt hann inni. Já, ég segi bara, ef þú sendir mig, já, þá bara logga ég út og bý til annan nafn. Heyrist ekkert í útvarpinu. Heyrist ekkert.
ég sé útvarpinu neitt. Nei, ekki, þú tala bara eðlilega. Já. Ég þegi. Já, Einar. Hæ. Þú ert á einkamála, ekki? Jú. Já, þú sendið mér svona skilabóð í gær, vorum að tala saman og svo lestu mér fá númerið þitt. Já. Hæ. Hæ. Já, fína bara. Ég veit ekki hvað maður á að tala um. Þetta er svolítið vandræðilegt. Nei, ég er líka alltaf svona feimin eða svona fá símtölu. Mér var svona gott ég að láta mig fá númerið. Þú vart fyrst, Já, ég veit, það er bara svona, maður kemst svona ákveðnu level einhvern veginn í þessu einkamála kerfi og svo verður maður að tala saman til að finna einhverja tengingu eða eitthvað allavega. Og hvað gerir þú? Já, þú veist, ég veit ekki hvað, ég er alveg róðna hérna. Ekki vera feimin, skilu, þú veist, alveg, þetta er ekkert mál að ég hef oft talað, þú veist, það er ekkert, þú veist, ég hef aldrei hitt en ég hef oft talað, minnst það, þú veist, já, bara ekki að stressu, sko. Ég googlaði númerið þitt og kom ekki neitt upp. Já, ég er að vinna hjá, ég er svona tölvugaur hjá, fyrirtæki sem heitir Advania, sem er eitthvað svona leiðilegt. Já, ok, er þetta svona forritari eða? Já, ég er svona kerfis, þú veist, kallaði kerfisfræði. Ok. Eða svoleiðis. En þú? Ég er listakona. Já, ok. Jú, er svona með mína eigin skarkribbi og eitthvað. Já, ok. Nei, þú veist, ég veit ekki hvað ertu gift eða ertu... Nei. Ég var að koma úr löngu sambandi. Ok. Og ég er bara alveg tilbúin að fara að deyta aftur og ef að þú veist, ok, nú er ég til að ringja og hvað, hittust þið svo eða hvernig? Nei, ég fer aldrei þangað, sko, ég hef aldrei gert það, sko. Já. Ég bara yfirleitt talað og svo kannski, þú veist, hvernig það er, kannski heyrist á kvöldinu eða myndum heyrast í kvöld aftur og getum við kannski eitthvað, þú veist, bara tala þannig saman, einhvern veginn svona kvöld eða svona. Ok, eitthvað. Ekki nema ég finnst það og þegar ég er alltaf svona, minnst það, að ég ná ekki, eða svona, ég segja ekki svona mjög sterkast að hlið einhvern veginn að vera eða skilju, minnst það óþægilegt, ég myndi hitta þig, held ég, og þegar En hvernig lítur út? Ég er með sítt hár. Sítt? Já. Hvað ár gerðist þau? Ég er fædd í 74. Ok. Og já, með sítt hár, ok. Já, ég veit ekki, sumir kalla þetta svona eitthvað svona emo eða svona, þú veist, ég bara svona mist ég veit ekki svona söng. Veitu ekki varst í MS? Jú, ég var í MS. Veitu, hvað heitir þú? Skellt á. Hver er þetta? Hvað er það þér? Ég er smá sjokki. Hvað er það? Ég held ég þekki hann gaur, sko. Nú? Já. Hvað, bara því að hann sé kerfisfræðingur? Nei, hann sagði að vinna hjá Advania, fættur 74 og var í MS og með sítt hár. Ok. Veistu hver þetta er? Ég veit hver þetta er. Ok, þetta var líka, sko, þetta samtal líka var bara, já, mér leið þá lítla, nú veit ég alltaf hvernig svona samtali fara fram. Þetta er bara eitthvað svona, já, hann var líka eitthvað stressaður. Hann heiti mér sér fokkin Einar. Og hvað, googlum hann þá? Sýndu mig hver þetta er. Ok. En hvað, viltu hringja hann og segja mér þetta verið þú eða? En hann fréttir þetta þá út af þættinum. Þessi gaur hlustar aldrei á þetta, believe me. En ok, sýndu mig hver þetta er, svo fyrir við hérna í Kargi. En þetta var einhvern veginn bara svona, hann heyrir alltaf í fólki en hittir það ekki. Ég veit, ég vil lifa bara illa, ég sé eftir að gera þetta. Þetta var steikt við að hlusta hér á FM 95 blöð. Þetta var í fyrsta sinn sem við tökum svona rekki í beinni útsendingu. Þetta átti nú bara að vera svona forvitnast hvað var að gera. Já, en ég vildi ekki þekkja hann. Nei, hvað, er þetta eitthvað vinnuðinu? Nei, ég er ekki að fara að deyta með honum. Nei, ok, finnum einhvern annan. Þetta er alltaf Licky Lee, I Follow Rivers, Karaoke hér rétt handa hóðni. 957 er topp tónlistastöðin. Þá getið þú unnið eftirfarandi vinninga. LG síma úr nýju L-seríunni frá LG. Miða á bestu útiháttíðina. Fulla ferðartösku af ekstra tyggjói. Summersby flöskuborð á Englishpub. Og síðast en ekki síst gjafabréf frá Clean & Clear húðsnyrtivörum. Og ef heppnin er með þér, þá getur þú í alvörunni fengið alla þessa vinninga. Sumarleikur FM 957. Það gefur enginn vitt. Með þolinmæðina að vopni getur maður orðið bestur í heimi. Egils gull, okkar bjór, léttöl.
Forsalan á þjóðhátíð í Eyjum fyrir N1 korthafa er inn á n1.is. N1 kortið, meiri ávinningur í leiðinni. Nú fer hver að verða síðastur að næla sér í miða á bestu útiháttíðina 2012. Taktu þátt í Instagram-leiknum á bestu útiháttíðinni. Flottir vinningar fyrir bestu myndina. Taktu mynd með Instagram og settu hashtagið besta12 fyrir framann. Og myndið þín er sýnd á risaskjám á aðalsviðinu alla hátíðina. Vinningshafinn er síðan tilkynntur á fésbókarsíðu bestu útiháttíðarinnar mánudaginn 9. júlí. Sjáumst á bestu útiháttíðinni. FM 957 Kafteinn kynna leitin að morganettunum 2012. Morganettur eru lífverðir og verndarinnar Kafteinsins. Ef þú ert ótrúlega hress og langar í skemmtilega og öðruvísu aukavinnu, kíktu þá núna á Facebook-síðu Kafteinsins og skráðu þína kosti og senda honum myndaðir. 15. júlí verða 10 stelpur valdar í undanúrslit og svo mun þjóðin ásamt Kafteininum velja 3 sem verða ráðnar í jobbið. 3 efstu vinna svo Nokia, Lumia, GSM síma og hinar fá aukavinninga. Er smá Kafteinn í þér? Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Jennifer Lopez og Pitbull hér með Dance Again. Ekkert á þessu lagi, eitthvað gútt fíl í því. Ég fór fram á gang að dansa líka núna. Já, þetta það myndi alltaf verið föstudagur hér hjá okkur og svo hressandi tónlistin. En það er miðvikudagur, 4. júlí. Það er eiginlega alltaf föstudagur þegar það er svona sumfrí. Já, reyndar. Og við óskum Bandaríkjamönnum til hamingju með their Independence Day. Congrats. Yes, við erum búin að setla þetta mál sem við lendum í hérna áðan. Búin að jafna við. Já, það ekki. Þetta var nú ekkert alvarlegt. Nei, en kannski... En ef einhver þekkir hann? Ef þú veist hvað þetta er, þá veit potið fleiri sem var að hlusta hvað þetta er. Já, það er alltaf lagi. Það er ekkert astnald að vera en einkamál, sko. Nei, en það var engin leiðindi í gangi. Þú varst bara að spyrja. Ég veist að þú er að skræða en einkamál. Já, það er aldrei að vita. Það er ekkert að gerast í þér, kallið minn. Æ, ég þarf bara að finna mér eitthvað gott nafn. Það styttist þess að hér í karaoke. Þessi heyrnartólagurinn getur verið grjótart nafnandinn á. Við ætlum að fara í karaoke hér eftir öskamastund við Anna Svava, en okkur vantar lög. Já, það er sem sagt ég og Pétur Jóhann förum alltaf í karaoke á miðvikudum. Já, ég hef heyrt það. Og við leyfum hlustendum að velja lögin. Þannig að nú þurfa hlustendur að syngja 511 0957 ef þeir eru með eitthvað góðar hugmyndir að lögum. Já, ég þarf að kunna lagið, sko. Já, sem sagt, við tölum við svörum alveg 5 til 7 hlustendum. Ok. Svo má ég velja úr því. Já, við leyfum þeim að segja hvaða lög þau verður til að heyra í karaokeinu og svo veljum við eitthvað úr og við reynum að finna eitthvað sem að þú telur, sko, þetta kemur upp á skjáin. Ég meina, átt þú bara öll lög í karaoke? Nei, það þarf að vera ensk lög, það má ekki vera íslenskt. En við skulum bara sjá hvað hlustendur hafa að segja. Ekki eitthvað svona glænýtt, en ekki að hringja og koma með eitthvað glænýtt. Eins og þetta lag, I wanna live, ég get ekki sungið það. Já, það er bara stemming. FM 95 Blö, hvaða lag vilt þú heyra í karaoke eftir? Herru, getur hún sungið Niggas in Paris? Niggas in Paris með Jay. Þetta er þetta, ég ætla að setja þetta niður. Ég veit ekkert hvað lag það er. Þetta verður tekið eftir. Það var lagið sem við vorum að tala um áðan. Það er ógeðslega flott. Við vorum að spila það. Þetta er góð hugmynd, ég seti þetta á blað. Fannst mér það skemmtilegt? Já, takk fyrir þetta. Það er komið 1 lag, við ætlum að tala við svona, 5 mann, fá 5 lög hérna í karaoke-keppnina. Hvað vilt þú heyra á eftir? Ég var til að heyra hérna, ósklag sem ég var til að heyra er hérna aftur Boyfriend. Boyfriend með Justin Bieber? Já. Okay. Já, en þá kannski eyðileggi þetta lag fyrir þér. Hvað með það? Já, hvað með það? Þetta er svo væli. Takk aðeins, það verður að hringja. Okay, bye. Okay, bye. And if I was your boyfriend. Já, if I was your boyfriend I never let you go. Okay. Flott í því. FM 95 Blö, hvað verður þú til að heyra í karaokeinu? Ég var til að heyra Fix You með Coldplay. Þarna, það er góð lög í dag. Takk fyrir. Þú getur þekki Fix You annars var. Já. Þú ert svolítið með Chris Martin rödd einhvern veginn. Nei, eða bara ég þekki það lag. Já, ertu góð söngkona? Nei. Ég fer ekki eins og í karaoke, þú veist, ölfuð. Nei. Hvað þá edrú? Já, þú vart að fara í það hér. Þetta eru bara reglur á miðvikudum. Já, greinilega. Það eru Fix You gott, takk aðeins lögða. Já, takk fyrir. Ok, fáum svona, það eru komið 3 góð lög, fáum 2 viðbót alltaf. Hvað verður þú til að heyra í karaoke? Halló? Einhver elda? Datt út, FM 95 Blö, hvað verður þú til að heyra? Það eru Aerosmith, Don't Wanna Miss a Thing. Já! Þú þekki það, róleg. Takk fyrir, hvað heitir þú? Það eru Maggi. Hvað ert að gera, heyrðu Maggi? Herru, ég er að keyra í Keflavíkur. Heyrðu, hvað ert að vera að gera í Keflavík? Herru, ég er bara að fara að skemmta mér í Keflavík, sko. Þú ert með sama kæk og ég og segir alltaf, heyrðu? Heyrðu, skemmt er á miðvikudegi, heyrðu? Alveg brjála fyrir, sko. Hvað, segðu mér, nei, býttu, tala við hann. Segðu mér nána hvað þú var að gera í Keflavík, heyrðu? Herru, ég er bara að fara að kíkja á bíl. Nau, er þetta sölu þar? Já. Og hvað, ætlar að láta taka þinn upp í bara?
Nei, við getum það, sko. Nei, takk fyrir þetta lag. Herðu, lítið mál. Ok, vinnur, takk. Bye. Já, hressandi spjall þarna og það er næsti hlustandi. Hvað vilt þú heyra í karaoke? Ég segi I Want to Break Free með Queen. I Want to Break Free, ok. Takk fyrir. Ekkert mál. Það eru takk aðeinslega. Gott val. Já, það eru komið góð lög hérna núna. Þá er það síðasti hlustandi. Hvað væri þú til að heyra í karaoke? Hörru? Já. Það væri á Olli Möss og Russell Cakes. Já, hvað heitir það áttur? Ég bara manna ekki, sko. Ég veit hvað lag þetta er, hérna. Ok, ég finn það. Ég veit ekki hvað lag þetta er. Ok, ég seti þetta hérna á blað. Ok, takk aðeinslega. Þá eru lögin komin að þessu sinni. Það sem við erum að fara að velja úr er Niggas in Paris, Boyfriend, Fix You, Don't Wanna Miss a Thing, I Want to Break Free og Ollie Murs and the Kicks, þetta með lag sem að... Ollie Murs and the Kicks, ég ekki. Ollie Murs and the Kicks. En við spilum eitt gammalt og gott aðan og ég er með annað hérna sem að þetta er í miklu uppáldi og ég ætla að spila það áður fyrir mig karaoke. Ég skilur uppbytunæfingar með hann. Þetta er Outkast með Miss Jackson. Þetta er geðveikt lag. Nú allir sem er að keyra, hækkið í bóð. Forever, forever, ever, forever, ever. Infidelity and be cheating, beating, and the end to the G, they be the same. Outkast með Miss Jackson, rándýrt lag hér á ferð og eitt gamalt og gott. Við erum að fara núna í karaoke við Anna Svava og já, það er búið að velja lagið fyrir þig, Anna. Já. Og já, þú valdir eða pínu sjálf, eða svona hlustendur hringd inn með nokkra hugmyndir og þér leist best á Fix You með Coldplay. Já, en, ok, mér líst illa á allt, sko. Mér líst illa á svo hugmynd, en ég skal gera hana. Og það má lækki útvarpinu með hann. Og þegar ég heyrði einmitt einhvern tíma þegar ég syngja og ég lækkaði. Lækkaði þér? Ég vissi ekki, ég var að koma inn á, þú veist, ég vissi ekki að þetta væri karaoke. Ég kveikti bara útvarpinu og það var bara eitthvað, ég bara hvum góðu hvað þetta er lélegt og slökti, lækkaði og svo, þá fattaði að þetta væri karaoke-leikurinn. Já, ok. Herðu, þú ætlar að byrja það ekki? Jú. Já. Á ég komið til þín? Jú, herðu, það er pínu leiðindi. Við þurfum að fara hér í örstuð skilabóð og svo byrjar karaoke. Afsakið þetta kæru hlustendur. Þannig að því að hitt lagið datt út, ég þarf að undirbúa annað lagið. Þannig að fyrir mig örstuð skilabóð og svo endum við þetta á karaoke. FM 957 ætlar að gefa þér fullt af glæsilegum minningum. Bara fyrir það eitt að svara símanum. Þú skráir þig í Sumarleik FM 957 á heimasíðu FM og á hverjum degi, 8 sinnum á dag, fengum við einhvern skráðan hlustanda og mókum í að minningum. En þú verður að svara rétt. Fyrstu vel með á FM 957 allan daginn þegar að dagskrárgerðarmenn FM segja þér hvernig þú þarft að svara. FM 957 er topp tónlistastöðin. Takk, Jói minn. Ef þú svarar rétt, getur þú unnið eftirfarandi vinninga. Riverrafting frá Arctic Rafting, pizzuveislu frá Dominos, gjafabréf frá Topshop, fæðubótarefni frá Perform.is, opna miða á Spiderman og Justin Bieber og Fortnite 57 diska frá Senu. Ef heppnin er með þér, getur þú í alvörunni fengið alla þessa vinninga. Sumarleikur FM 957. Það gefur engin betur. Durex. Gaman saman í sumar. Afsakaðu mig, þegar þú segir að þið takið aðeins við reiðufé, hversu reiðar þurfa kindurnar að vera? Alveg brjálaðar eða er nóg að það séu bara kumpnar? Mastercard Fé-kort saminar kosti þess að nota reiðufé og greiðslukort. Farðu skynsamlega með þitt fé. Sagtu Fé-kort á kreditkort.is. Þekkir þú fuglinn? Þetta er hrossagaukurinn, einn mesti gleðigjafinn í hópi farfuglana. Lestu meira farfuglana í vegabréfi N1 og safnaðu stimplum sem færa þér gjafir og möguleika á glæsilegum minningum. Sjáumst í sumar. N1. Meira í leiðinni. Nú hefur Toyota flutt starfsemi sína í nýtt og reisulegt húsnæði að Kauptúni 6 Garðabæ við hliðin á IKEA. Verið hjartanlega velkomin til Toyota í Kauptúni þar sem öll þjónusta er nú undir einu þaki. Við tökum vel á móti þér eins og alltaf á flunku nýjum stað. Toyota. Sumir skór eru bara flottari en aðrir. Glæsilegt úrval á götuskóm fyrir sumarið. Útilíf Holtagörðum, Smáralind, Glæsibæ og Kringlunni. Túborg kynir Roskilde Festival dönsku kráarinnar. Dagana 5. til 8. júli. Framkoma Sigur, Valdimar Guðmunds og hljómsveitinni Valdimar, Samaris, Stafrænt Hákon og fullt af öðrum frábærum hljómsveitum. Armbönd veita veglegan afslátt af Túborg, Gammeldansk og Summersby. Roskilde Festival á dönsku kránni alla helgina. Er röðin komin að þér? Happaþrenna. Skemmtilegt að skafa.
íslensku skyndibiti í 25 ár. Ávallt ferskir. Hlöllabátar. Pims og Vegamót fagnar sumrunu öll 5-dagskvöld í sumar. Framkoma Danni Deluxe, Benny Bíröf, DJ Jónas, DJ Simon og Gunni Stef. Fullt af tilboðum. Pims og Vegamót. FM 957, Pepsi Max og Túborg kynna besta útiháttíðin dagana 5. til 8. júní. Það verður dansað og dansað og dansað. 2 risatjöld í boði Elements og Agent.is. Margir af færustu plötusnúðum landsins í 3 heila daga. Miðasala í fullum gangi á bestaútiháttíðin.is. Eitthvað fyrir alla á bestu útiháttíðinni. Tryggðu þið miða á bestaútiháttíðin.is. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957 og það komið að karaokeinu. Við þurftum aðeins að tefja þetta því að lagið sem ég átti að syngja datt út á einhvern óskiljanlega hátt en það komið nýtt lag í staðinn. Hún Anna Svava ætlar að taka hér Fix You með Coldplay og ég tek Where Have You Been með Rihanna. Það vona að ég sé ekki að fara að eyðileggja það lag fyrir neinum hérna. En Anna Svava, ert þú tilbúin? Svo það hlustendur sem velja. Já, velja, keppni? Já, hringin og fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur. Ok, ég kom í mann. Ok, ertu ready? Já. Herru, byrjuðu þetta. Þannig ég sé textan hann á skjánu. Já, neila. Mínútur, meðist það rúmar, þetta var svo flott hjá þér. Þú fegst þarna góðan tíma. Ég held sér fullt af fólki að núti bara með gæsa á þú núna. Í umferðinni, svona rétt fyrir 6. Allavega... Ég allavega með gæsa og auðmíkjarrolli. Já, þetta var bara mjög flott. Þetta var gaman. Já, mér finnst þetta líka bara flott hjá þér. Þú ert ágættu sönguna. Já. Ég lagt til að heyri þér. Ég get lofað þér því að þitt verður hátíð við hliðina mínu. Ég ætla að reyna að taka hérna Rihanna með Where Have You Been. Er það núna? Já. Ég ætla að dansa við hliðina þér. Gera mitt besta hérna og já, þetta lag sem við mikil spilum núna hjá okkur og byrja bara hér. Ok. I've been looking for someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe, searching for you, babe, looking for you, babe. Já, þetta komið nóg, komið gott að þessu. Það var æðislegt. Já, svona rosalega. Mér var sérstaklega að gera Somewhere in the Crowd. Á það ekki koma þá gerðu crowd. Ég get ekki farið upp. Herru, þetta það síðasta sem ég gerði. Það núna 5-11-09-57 og það fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur þessa karaoke-keppni og við byrjum hér. Það haldi allir með þér. Nei, þú söngt frábælega. Hver fær þitt atkvæði? Herru, það allan daginn Anna. Anna Svava. Takk fyrir. Álíti. Herru, ok, takk. Ég elska þennan gur. Já, okkur byrjar ekki bara með honum. FM 95 Blö, hver fær þitt atkvæði? Góðan daginn. Góðan dag. Hæ. Anna Svava. Mér finnst þú fallegur að innan sem utan, takk fyrir. Takk fyrir það. 2-0 og báði gaurar sem eru að hringja. Þeir eru skotnir í þér. Herru, við erum hér í karaoke-keppninni FM 95 Blö, hver fær þitt atkvæði? Herru, það lítur úr Anna Svava. Anna Svava, En af hverju var það? Já, sko, aðalega því að Ötti Blöð valdi þér í hönnulag. Þú varst með Aerosmith og Queen, sko. Já, þú meinar. Það góður punktur þér, ég hefði miklu betri lög að veljur. Svo velur þér í hönnu, sko, ég var bara sættur. Ég fekk eitthvað fallegt fyrir þetta sumafrí. Annars var það stóð sem í príði og fær mitt atkvæði. Takk fyrir. Takk fyrir að hringja. Áður lengra haldið er vinningur. Nei, það er engin vinningur, bara gleði. Ok. Herru, það er FM 95 Blö, hver fær þitt atkvæði? Ég segi Anna Svava. Já, skemmtilegt. Takk fyrir. Þetta bara að rústa með 5-0 eða? Ég sko, þetta var frumsýning í karaoke, þannig að ég er mjög ánægð. Já. Hún er bara miklu betri. Já, í karaoke? Já, nei, bara alltaf. Nei, hættu þessu, hún er ekki betri manneskja. Jú. Skotin sálfur, ok, bye. Þannig að senda mér SMS eftir, ég elska þig. Hörðu, þá er hérna, þetta getur farið 5-0 sem er vandræðilegt. Ég hlýta á eitt pitti atkvæði. Hver fær þitt atkvæði? Hörðu, það er Ötti. Já, það þekki ég, komið grjót aður. Af hverju? Af hverju? Þetta var svo hræðilegt að nú get ég mögulega hlusta á upprunalega lagi. Já, ég er búin að gera það betra fyrir þig. Vá, flott. Já, ég er bara, hvað sem er fyrir atkvæðin, mér er alveg saman af hverju. Já, nákvæmlega. Takk hérlega. Takk. Ok, staðan er 4-1, ekki kemur með comeback, ég trúi ekki. FM 95 Blö, hver fær þitt atkvæðin? Anna Svava. Takk Þá fyrir. er það búið. Já, hún áður líka skil, hún kom hérna sem, þú veist, gestastjórnandósuna. Það var miklu flottara. Já, þú var ekki meira svona hjá þér að því að hún er gestastjórnandósuna?
Nei, þetta var bara betra hjá mér. Já. Svona af því að hún er að koma sem gestur og svona. Hún stóð sér bara miklu betur. Já, líka af því að hún er að koma sem gestarstjórn og svona, þegar maður er góð þarna. Takk fyrir kærlega, ég er mjög án, ég ætla að valhoppa hérna út á eftir. Ok. Takk. Ok, en takk fyrir að hringja, þú er ekki kosið mig. Þá er þetta búið, staðan... Maður sé að það var takað í tjekkustundum. Hvernig hefði þú kosið? Allan daginn Anna, klárlega. Já, Heyrðu, allan daginn Anna? Já, það er Tveir búin að segja þetta. Þetta er svo nafn á nýri plötu þér. Nei, þetta er sjálfsögðu. Hver að fengi þitt atkvæði? Anna hefði fengið mitt atkvæði. Ok. En meðast kaplinn hérna Where have you been all my life? Það flottur hjá þér. Já, ok, ég fekk smá þar. Já, hann var góður þar og líka hann var svo rauður framan og mikið innlifun. Það var rosa flottur. Það mátti að taka þetta upp. Já, herru, takk fyrir að ringja. Ok, það er komið að lokum hér hjá okkur önnusöfu. Anna, hjartalega til hamingju með þennan sigur í karaokeinu. Takk. Og ég er Ég er sammála... allan daginn glöð. Já, ég er sammála hlustundum og átt að koma sem gestarstjórnundum og átt að skilja að vinna. Þetta er oft þannig... Nei, þú stóðst þig betur, ég við ekki hana. Takk. En þetta er leikonu og þú geta sungið. Á ég geta sungið? Þú getur bara að læra Þú það. ekki útvarsmaður og getur ekki sungið? Nei, hvað útvarsmaður kann að syngja? Bjarni Ara og búið. Ég var bara meiri tilfinningu. En það, já, Brynjar Már, hann getur líka sungið, hann er þetta mótana. Það er eins og það komið að lokum hér hjá okkur. Í dag er Rikki G. mættur út í stúdíu og verður með ykkur til 9 kvöld. Takk æðislega fyrir að hlusta og annars var Ég ætla að fara heim á engamál. Já, farðu og fyndu þér eitthvað nýjan, nýtt fórnalab. Takk fyrir að vera með mér inn í dag, að leysa Pétur Jóhann af. Við Sveppi verðum með þáttinn á morgun endilega stillin klukkan 4. Við verðum með okkar föstu liði eins og hitakleðan Anna. Sem enda þetta hér á No Church in the Wild. Þetta er rándýrt lag. Takk ég vel á móti Rikka og enn og aftur, takk fyrir að hlusta í dag. Thanksgiving disguised as a